Okay, good morning once again, everyone, Góðan daginn aftur, kæru vinnir, and happy Sabbath. og gleðilegan hvíldadag. I'd like to welcome you to today's divine service. Við viljum bjóða ykkur velkomin hér á Guðsþjónustuna í dag. We are thankful and grateful for our visitors Og bara yndislegt að sjá gesti sem eru hér hjá okkur and our long-time members who have joined us og to líka worship þá sem together. eru hér venjulega. Hjartanlega velkomin. Okay, so to begin, we'll be singing our opening hymn, We Build the Rock. Og svo ætlum við að byrja á upp sálminum. Apologies, We'll build on the rock. Það verður á ensku. and it will only be in English. Það verður bara á ensku, já. Oh, apologies, actually. I forgot to do the announcements. First of all, on the 10th of October, we Við have glemdum að þau ætlum að vera með tilkynningar 10. október. the church centennial celebration Þá verður 100 ára afmæli í safnaðarins, já, kirkjunar. and preparation/cleanup Og svo höfum við erum undirbúa hér ýmislegt fyrir þann tíma. of the church building and grounds are ongoing. Bæði hér fyrir utan og innan og málning og ýmislegt sem á að gerast hér. To maintain cleanliness and orderliness. Til þess að allt líti mjög vel út hér á afmælinu. So if would like to ask if there are any volunteers who would like to come and assist with Svo það ykkur sem vil koma og leggja hand á blóð, þá það bara velkomið. the cleaning and preparation Að gera hér allt fínt. so that we can have our church ready for the celebration. Til þess að hafa undirbúið fyrir hátíðahöldin. We also would like to let you guys know about our Children's Technology Club. Langar okkur til að tala þennan tækni fundur hóp sem hér It happens every Wednesdays from Okay. 5 to 7 á miðvikudegi og aftur á sunnudögum and Sundays from 4 to 6. frá 4 til 6. Þá hittast börnin hér og unglingarnir. If would like to invite all the children of the church, Og við viljum bjóða öllum unglingum og börnum að koma og taka þátt í þessu. and if you have any friends that have children as well who may be interested, please invite them as well. Og kannski eru vinir ykkar eða einhverju sem þið getið boðið til þess að koma og taka þátt í þessu verkefni. I think that's all for the announcements. And now we'll move on to our opening hymn, We Build on the Rock. Nú ætlum við að syngja opnunar sálmin okkar. We
Okay, and now we will have our invocation by Pastor Brennan. Nú verður hér flutt bæn. So today, there has been a little change. We're going to have the invocation before the tithe and offering. Við ætlum að hafa bæn hér áður en það verður teknar upp gjafir. Shall we pray? Við skulum biðja. Everlasting Father in heaven, Himneski Faðir, we thank you for this opportunity við þakkum þér fyrir þetta tækifæri sem við höfum to be in your presence to worship vera again. hér nálægur þér í tilbeiðslu. Please let your Holy Spirit be with us Heilagi Andi, vilt þú vera með okkur and let your presence be with us. og að nærvera þín sé hjá okkur. Bless each and every soul seated here Og vilt þú blessa sér hverja einstakling sem hér and prepare us for this worship. og undirbúa okkur undir þessa tilbeiðslu stund. Bless all the children here Blessaðu börnin sem hér í dag. in Jesus' name. Í Jesu nafni. Amen. Amen. Okay, now we have our tithe and offering. Nú munum við taka við tíund og gjöfum. We have okay, there you go. So you can give your offering today in the church foyer. Það möguleiki að leggja hér eitthvað af mörkum hérna í anddyri kirkjunar. There are 2 boxes there Það eru 2 kassar where you can place your gift in one of the boxes. og það hægt að velja það annarkvort fyrir hvíldarskóla eða fyrir guðsþjónustugjafir. The first one is the first box is for the ministry and work of this church, Og fyrir þarna fyrir starfsemi kirkjunar and the second is for the mission around the world. og svo hinn kassin fyrir hvíldarskólagjafir. You can also give your gift by card. Það líka hægt að leggja frjámuli bara með There's a machine there that í you posa can use to do that. fyrir kort, kreditkort. And you can also send to the church account number, Og svo líka möguleiki að leggja inn á bankareikningin. and you have the details up there as well. Allar upplýsingar að finna hér frammi hjá okkur. Thank you. Now moving on, we'll move on to our next hymn. Ætlum við að syngja næsta sálminn hjá okkur. This is Redeem How I Love to Proclaim It, number 255. Það númer 255. This one will both be in Icelandic and English. Okay.
Now we'll be moving on to our scripture reading. I'll be reading in English, and Gudmundur will read in Icelandic. Our scripture reading comes from Luke 15, verse 1 to 2. All the tax collectors and sinners came to Jesus to listen to him. But the Pharisees and scribes grumbled, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." Ég ætla að lesa úr Lúkasarguðspjalli 15. kapla, 1. og 2. vers. Allir tollindumenn og bersyndugir komu til Jesú og hlýða á hann. En farisear og fræðimenn ömuðust við því og sögðu, þessi maður tekur að sér syndara og samneytir þeim. Við skulum biðja, ég skal pray. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir að þú komst í þennan, þú sendi son þinn í þennan heim fyrir okkur bersyndug, til þess að gefa okkur líf, til þess að gefa okkur að við getum frelsast og átt von í þinni borg, þinni heilugu borg, Faðir minn. Ég bið þig að blessa ræðumannin sem mun tala hér á eftir. Ég bið þig að blessa kirkjuna þín alveg sérstaklega. Ég bið að þínir englar vaki hér yfir og allt umkring. Ég bið þig að blessa þau sem að hlusta í gegnum netið. Ég bið þig að blessa þau sem ekki komust. Ég bið þig að blessa okkur öll sem hér erum, Faðir minn. Þakka þér fyrir þessa stund og þakka þér fyrir allt það góða sem þú gerir fyrir okkur. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Amen. Next is our special message in song, Og svo munum við hlýða á sérstaka tónlist and this will be provided to us by Tanya. og það Tanja sem ætlar að syngja fyrir okkur. Tanja? Það ekki Tanja. Er hún þar? Tanja is in the kitchen. Tanya seems to be in the kitchen. Okay. We'll just sing a hymn then, at this point. Does anyone have a suggestion for a hymn? No. We can just move on? Okay, all right. Then if that's the case, then now is our time for our sermon. And this will be done by Pastor Bernard Annan. Yeah. Happy Sabbath. Gleðilegan hvíldardag. Oh, come on. Relax for God. Happy Sabbath. Are we good? Við þurfum að heyra almennilega svar við þessu. Gleðilegan hvíldardag. Okay. Before I start, Áður en ég hef máls, I would like to thank God so much for this privilege. þá vil ég þakka fyrir þetta tækifæri sem ég hef. And I also like to thank the leadership of the church for this opportunity. Og þakka leiðtogan kirkjuna fyrir þessa tækifæri. I am here as an intern pastor Ég hér bara í þjálfun sem prestur and given the opportunity to serve between two wonderful pastors. og hef tækifæri til þess að þjóna hér One is this young man. á meðal tveggja presta. Number one is this young man.
og það Pastor annar Eric. þessi unglingur hér and the other one is Pastor Ivo. og svo það Ivo, They are presturinn. training me. Þeir eru hér að þjálfa mig. So you can imagine how blessed I am serving between two pastors. Það stórkostleg forréttindi. And my colleague, Pastor Oleg, Og svo Oleg líka að vinna með okkur he is also doing a wonderful job. og hann líka að gera stórkostlega hluti. So I would like to welcome you for today's sermon. Og mér langar til að bjóða ykkur velkomin til predikunarinnar í dag. To our dear visitors who were here last week and today too, Og fyrir þá sem voru hér líka síðast, and our wonderful friends from Czech Republic, og hér fólk frá and to those Tékkóslóvakíu, Tékklandi, to those who have not yet been recognized, og þeir sem enn ekki hafa verið svona, tekið tillit til í dag, we would like to welcome you to Reykjavik Church again. og við langar til þess aftur að bjóða ykkur velkomin í Reykjavík og kirkjuna. Amen. Amen. Let's pray. Skulum biðja. Father in heaven, Faðir á himnum, now is the time. nú tíminn Speak to your children til þess að þú komir og talir til barnana þinna and have your way. og að þú leiðir þessi mál til lykta eins og þú vilt. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Okay, let's write. The title of my sermon today is Og efnið í dag The Father's Business. og það starfsemi og verkefni föðurins. And in there, Og í því falið we're going to see the lost coin and the lost sheep. The sheep didn't come, but the picture is there. og við ætlum að skoða það mynt sem var týnd og svo líka sauðin sem týndur. In Luke chapter 15, 15. kapla Lúkasar Guðspjall, Jesus gives three scenarios saying the same thing. og það þrennt eitthvað sem Jesús kemur fram með í dæmisögum And today we are going to delve into it. og við ætlum að skoða þessar dæmisögur. Forgive me if I want to disturb your theology. Og fyrirgefið mér ef ég ætla aðeins að rugla ykkur í Guðfræðinni. Couple of weeks ago, Fyrir 2 vikum cirka, I lost my wallet. þá týndi ég veskinu mínu. It contained my resident permit card, Og þar var ég með upplýsingar dvöl mína hér and my bank card, og auðvitað bara bankakortin mín my driver's license. og ökuskírteinið. They were all in there. Það var allt í þessu veski mínu I was totally disturbed. og ég var mjög í miklu uppnámi. I wasn't sure where I left it, Ég gerði mér ekki grein fyrir hvar í óskofni ég hefði lagt þetta frá mér. whether in the bus Var það í strætó or any of the shops where I went. eða var það í einhverja búðunum sem ég hefði komið í. I was disturbed, Og ég var bara í miklu uppnámi. not knowing where to find it, Vissi ekki hvar í óskofni ég geti fundið þetta veski mitt. until someone suggested something to me, Þangað til að persóna nefndi eitthvað við mig to call the Straito, að hringja í strætó, the bus. strætisvagnana. So I called them, Ég hringdi til þeirra and they directed me to their website, og svo bendu þeir mér á sérstaklega heimasíðu Lost and Found. sem eitthvað sem týnt og glatast. When I went there, Þegar ég fór þangað I saw a picture of a wallet that looked like mine. og þá sá ég mynd af veski sem líktist mjög veskinu mínu. I wasn't sure yet, Ég var ekki viss samt, but it looked like mine. en það bara leit þannig út að veri mitt veski. And my heart started calming down Og svo ég byrjaði að róast aðeins, because it looked like mine. af því að það leit út eins og það veri mitt. So my wife and I went to their office Svo að kona mín og ég, við fórum til skrifstofuna
And then the lady brought a box og hann þau komu með hérna smá kassa and asked me to go through. og báðu mig að fara í gegnum það sem var í kassan. I went through the first time. Ég skoðaði þetta í fyrsta sinn. I was overjoyed, but I didn't find it in there. Ég var auðvitað bara svo hamingjusamur en ég fann samt ekki það sem ég var að leita. Then I checked the second time, Svo fór ég í gegnum þetta einu sinni enn but this time the wallet was there. og þá sé ég bara að þarna veskið mitt. When I pointed to the wallet, Og þegar ég benti á þetta veski, the lady said, þá sagði konan, "Is this yours?" þetta þitt? I said, "Yes." Já, sagði hann. He said, "Okay, tell me your name." Þá sagði mér nafnið þitt Then I mentioned my name. og ég kom með það. Remember, I told you they had my card, my resident Og ég permit búin card. að segja ykkur að þarna var alls konar kort He said, "Yes, indeed. og ég sagði já, sannarlega. This wallet is yours." Þetta þitt veski. And I was happy. Og ég var bara svo yfir mig ánæður. Oh, my wallet. Hugsið ykkur, ég búin að I'm finna so veskið happy. mitt. Ég bara svo ánæður. Then I told my wife, Svo sagði við konu mína, "Let's celebrate við skulum bara fagna og vera ánægð because I have found my af wallet." því að ég fann veskið mitt. Oh, I was so happy. Ég var bara virkilega hamingjusamur And I thank God for that. og ég þakkaði drottni fyrir þetta I even forgot I had not eaten. að ég hafði fann þetta upp á nýtt. What am I trying to say? Hvað það sem ég reyna að segja? The lost coin. Að það týndi peningurinn. If you have had nothing in your pocket before, Ef þú hefur ekki haft neitt í vasanum þínum áður, you understand the value of a coin. að þá geturðu bara þá skilurðu verðgildi þessa penings. If you have starved before, Ef þú hefur verið hungraður áður, you understand people when they come to you for food. að þá skilurðu fólk sem kemur til þín til þess að biðja mat. Fast forward. Og förum áfram hratt, Let us compare the coin and the sheep. berum saman þessa mynt og svo sauðin. A woman lost her coin, Að kona týndi myntinu sinni. just as I lost my wallet. Alveg eins og ég týndi veskinu mínu. And she was so disturbed. Og hún var virkilega í uppnámi. She searched everywhere. Hún leitaði allstaðar. She didn't find it. Hún fann það ekki. She messed up the whole place Og hún rugglaði öllu sem þarna var í herberginu in an attempt to find the coin. til þess að reyna að finna þessa mynt. She didn't find it. Hún fann hann ekki. But when she found the coin, En svo að lokum þegar hún svo uppgötvaði hana, she rejoiced. þá gladdist hún svo innilega. She was so happy. Hún var svo hamingjusöm. She called her neighbors. Og hún kallaði á alla nágrannar sína. "Good morning, neighbors. Góðan daginn allir nágrannar. I have found my coin. Ég fann myntina mína. Come, let's celebrate. Kom, við skulum Because this was fagna. lost, Því að hér var eitthvað sem var týnt, but now it is found. en nú þetta búið að finna. Let's keep it there. Við skulum skoða þetta. Let's go to the lost sheep. Kíkjum á týnda sauðin. The shepherd had 100 sheep. Og þessi hirðirinn átti 100 sauði. And out of curiosity, Og vegna þess að hann var forvitinn, this one loses the path. að þá, vegna þess að sauðurinn var forvitinn, þá týndi hann að vissi hann ekki hvað hann var, eða He found himself ranga leið in a muddy area og kemur á stað sem erfiður in an kringumstæður. attempt to find the right way. Hann var í að leita að réttri leið en fann hann ekki. He get lost the more. Svo hann týndist, glataðist. What am I trying to say here? Hvað hann að segja þarna? These are two categories of people. Þetta tvær mismunandi tegundir af persónum. One is lost, Annar týnd, glötuð, but he is not aware that he is lost. en gerir sér ekki grein fyrir því að hann týndur. He is comfortable where he is. Hún líður bara vel það sem hún
There's no attempt to find a way. Ekki nokkur leið, ekki nein aðferð eða verið að reyna að finna rétta leið. He is happy in the comfort zone. Bara í góðu lagi þar sem hann But this one, the sheep, En sauðurinn represent the categories of people annur tegund af einstaklingum who are lost sem glataðir. but trying to find the right way En samt í það veginn að reyna að finna rétta leið. on their own strength Í eigin mætti. and power. Í eigin mætti. They are getting lost the more. Og þeim mun meira tapast að glatast Let's hang this there. Við skulum skoða þetta áfram. Now, when you go to verse 11 of Luke 15, Við förum í 11. vers í 15. kafla Lúkasar Guðspjalls. there's a sharp turn. Þá það A sharp turn. það hérna beygja hérna mjög kröpp beygja. It talks of a man Að þá talað mann who has two sons, sem á tvo syni. one being the elder brother Annar eldri bróðirinn and one being the younger brother. og svo aftur yngri bróðirinn. The younger brother went to the father Og yngri bróðirinn hann fer til föðurins and tells him to give him what will be his. og biður hann að gefa sér það sem mundi endanlega verða hans. The father agreed Og faðirinn jánkar þessu and gave him the portion of the properties. og gefur hann mjög arfinn fyrirfram. He went away, Hann fer burt, þessi ungi maður, far place, í fjarlægt land, where the Bible says far country. í fjarlægu landi, segir Biblían, So from Iceland, og frá Íslandi, maybe he went to Ethiopia, Addis Ababa. þá fór hann til Addis Ababa í Etiópíu, Or maybe he went to Mindanao in the Philippines. eða til Mandama í Filippseyjum, It could be somewhere in Australia, eða kannski Ástralíu, far from home. langt burtu frá heimilinu. He left. Hann fór þangað. Then he was happy from the beginning. He had money, he had everything. Svo hann var ánægður til að byrja með, hann hefði nóg fjármuni og allt í góðu. Because he had converted every part of the properties to be cash. Af því að hann hefði breytt öllu því sem þessari eignum sem hann átti eða hafði aðgangað í peninga. No security, Að það var ekkert öryggi samt. no investment, Ekkert, hann verið ekki að fjárfesta í neinu. no savings, Það var ekki verið að fjárfesta í neinu. just spending. Heldur bara að eyðslukló. And in little days, Og svo í áframhaldi, the money got finished. þá þetta bara eyddist féð og var það engu. The wealth is gone. Bara auðurinn var týndur, farinn. Friends have left him. Og vinirnir höfðu yfirgefið hann. He's now left alone. Og nú hann einn og yfirgefinn. He cannot go back home Og hann getur ekki komist heim aftur. because he had overstayed, Af því að hann hefði verið þarna of lengi. or probably in course of having fun, he misplaced his wallet, Eða kannski í allur gleðinni þá hafði hann týnt veskinu sína. which contains his card, resident permit. Það sem hefði gefið honum dvalarleyfi. There is no turning back. Og það var ekki nokkur leið að snúa tilbaka. And in an attempt to solve his own problems, Og til það sem hann að reyna að bjarga sínu vandamálum, he went to a man að þá fer hann til who rears pig. Swine. Einstakling sem með Now he svínhirðir. finds himself an employment. Og svo það hann að finna sér einhverja vinnu þar sem svínahirðir, Feeding the swine. að fóðra svínin. From royalhood Frá því að vera konungborinn to slavery. til þrælkunar. From the palace Frá því að vera í höllinni to the pit. til að vera bara í svínastíunni. You see how life can change people's status. Og sjáu hvernig lífi getur breytt í kringumstæðum fólks. You see how far sin can take us. Og sjá hver syndin getur komið okkur djúpt niður. Now the guy wants to come back home.
Nú það að ungi maður vill komast heim aftur, but he's so much afraid. en hann svo óttaslegin And he feels he will not be accepted. og hann finnur það að hún verður ekki tekið vel. So the Bible says he comes to himself. Svo að Biblían segir að hún kemur til sjálfs sín He realizes how far he has gone og hann gerir sig grein fyrir hve langt hann hefur farið burtu and decides to come back home, og hann ákveður að snúa sér aftur heim no matter the circumstances. og skiptir ekki máli hvernig kringumstæðurnar He voru. knows the depth of his father's love. Hann gerir sig grein fyrir dýpt kærleika föðurins, So he'll come back home. svo að hann vil koma heim So he aftur. started rehearsing what he's going to tell the father. Og svo hann byrjar að æfa sig á því hvernig hann vil tala við föðurinn. Eventually he set off. Og svo að lokum þá byrjar hann sína göngu heim. And the Bible says whilst he was still far away, Og í Biblían segir að meðan hann var enn langt burtu, he was approaching home, þá var hann samt á leiðinni heim, but he was still far away. en var samt langt burtu. He still got some distance to cover, Það ennþá tölvur fjarlægð sem hann þau but he koma, was coming home. en hann var á leiðinni heim. The good news was that Og góðu fréttirnar voru þessar, the father was expecting his son to come home. að faðurinn var stöðulega að búast við því að hann myndi koma heim aftur. So when he got home, Svo þegar hann svo að lokum kemur heim, the father rushed out and meets the son. þá kemur faðurinn hlaupandi til þess að mæta The sinni. father hugged the son. Og faðurinn hann faðmar að sér drenginn. The father kissed the son. Og faðurinn kissir soninn. Oh, what a wonderful day. Og hvílíkur dásamlegu dagur. A day the prodigal son will never forget. Dagur sem þessi ungi maður myndi aldrei nokkuð tíma að gleyma. So the father says, Svo faðurinn segir, servants come, þjónar komiði, wash him, cleanse him, hreinsið hann change his garments, og gefið hann ný föt kill a fatted calf. og takiði alikálfinn og slátriði honum. Everybody prepare for party. Og allir undirbúið undir veisluhöld. My son is home, Því að sonur minn kominn heim aftur. so come to the party. Komuðu og takið þátt í veislunni. Now there's going to be a problem somewhere. En það verður samt eitthvað vandamál einhvers staðar. The elder son was in the farm, Að eldri sonurinn, hann var úti á akrinum. and when he was approaching home, Og þegar hann svo á leiðinni heim, he hears some kind of music everywhere. þá heyrir hann alltaf það verið að spila tónlist einhvers And then staðar. he called one of the slaves, Oh, the servant, Og sorry. hann kallar einhvern á einn af þjónunum. What is going on? Hvað að gerast? The servant said, Og þjónninn segir, there is a party. það veisla, það Your partí. your brother, Því að bróðir þinn, take note of the word, your brother bróðir þinn, is home, hann kominn heim. and your father Og fadir is þinn, throwing a party for him. hann halda mikla veislu. Let us go. Og flýtum okkur, komdu. This is where the problem Og is. hér kemur vandamálið fram. Instead of the elder brother being happy for the return of his brother, Og í stað þess að vera ánægður yfir því að bróðurinn sé nú kominn heim, he gets angry þá reiðist eldri bróðurinn. and refuses to go in. Og hann bara vill ekki fara inn. Who is the elder brother? Hver eldri bróðurinn? Well, Jesus answers it in Luke chapter 15, verse 1 and 2. Og Jesús segir þetta í Lúkas 15, fyrsta og annað vers. Jesus tells who the elder brother is. Það segir hann hver eldri bróðurinn. Sinners gather to hear Jesus. Því syndarar komu til þess að hlýða á orð Jesú. Listen to this. While the Pharisees and the scribes complained, Og það sem stendur hér að allir tollendumennir og bersundir saying, which verse is that? verse 2, Verse 2, yeah. saying, this man welcomes sinners and eats with them. Það segir farisearnir og fræðimennir So you see who the- römuðust við því You see og who the sögðu, elder brother is? þessi maður Whilst the father is happy,
Á meðan faðirinn gleðst og the ánægður, elder brother is angry. að þá eldri bróðurinn Why is he, reiður. why is he angry? Og hvað það sem gerir hann reiðan? Because he does not understand the father's business. Að hann gerir sér ekki grein fyrir því hvernig faðirinn bregst við. The father loves the sinner, Að faðirinn elskar syndara, but the elder brother frowns at the sinner. en eldri bróðurinn hann illa við syndarana. Look at the characteristics of the elder brother. Lítið á hvernig eðli þessa eldri bróður The elder brothers are always complaining. Að við sjáum eldri bróðurinn alltaf að kvarta. The elder brothers are always angry and bitter. Og þeir reiðir og bitrir. They reject salvation. Og þeir hafna frelsun. The elder brothers, they always think of law and punishment. Og eldri bróðurinn hugsa alltaf lögmálið og refsingu. The elder brothers are always selfish. Eldri bróðurinn alltaf sjálfhverfur. They think about bare minimums. Þeir hugsa peninga. That's the characteristics of the elder brother. Það kannski lýsingin á eldri bróðurum. They create contradictions always. Og þeir skapa glundróða og erfileika. Look at what he tells the father. Og sjáðu hvað hann segir við föðurinn. Pay attention to the details. Gerði grein fyrir smáatriðunum hér. But he answered his father, Hann svaraði föðurnum, look, all Skoðum. these years stöðulega öll árin, I have been slaving for you þá hef ég verið að þræla fyrir þig. and never disobeyed your orders. Og aldrei hafnað neina því sem þú beðið mig Yet you never gave me a young goat. En þú gafst mér aldrei nokkuð skapaðan hlut. Look at the contradictions here. Og sjáðu hérna, það sem kemur hér The fram. father kills a fatted calf Hér faðirinn að slátra alikálfi for the party, fyrir þessa veislu. but the elder brother requests for a young goat. En hér eldri sonurinn að tala kýðling. Remember that Jesus said when he comes again, there will be two groups. Munið það sem Jesus segir að þegar hann kemur aftur, hann muni vera tveir hópar. The sheep group Það þeir sem sauðir and the goat group. og svo það geiturnar. So the elder brother requesting for a young goat. Svo að eldri bróðurinn að biðja kýðling. He is rehearsing. He is rehearsing where he wants to go in the future. Hann að æfa sig undir það hvert hann vill fara A young goat. þegar upp staðið. So I could celebrate with my friends. Þannig að ég geti fagnað með vinum mínum. segir Another hann. question here. Það hérna eitthvað sem hann að leggja áherslu á hér. Who are the friends of the elder brother? Hver vinir þessa eldri bróður? Those who are in line and consonance with his decisions. Þeir sem hugsa á líkan hátt og hann. Those who always form a forum in the church board. Þeir sem They form groups in the church board. þeir sem mynda hópa í safnaðarstjórninni. They always think things should be done their way. Þeir alltaf samfærðir að allt eigi að fara fram eftir samkvæmt þeirra höfði. If it doesn't happen that way, there is problem. Og ef það gerist ekki þannig, þá vandamál. Those are the friends of the elder brother. Þetta vinir eldri bróðurins. And there's chaos in the church. Og það vandræði í kirkjunni. Everywhere in the continent. Og allstaðar vandræði. There's problem. Það vandræði. Do they have history? Eiga þessi sögu? Yes. Já. In the book of Genesis, Í fyrstu Mósebók, chapter 4, verse 5, 4. kafla 5. versi, there is a history line of the elder brothers. þá saga eldri bróðurins þar. Two sons went to make a sacrifice for God. Það tveir bræður sem fóru til þess að fórna. The younger brother's sacrifices was accepted. Og yngri bróðurinn hann fórnar því sem var viðurkennt. But for Cain and his offering, he had no regard. En Kain og fórnin hans, Guð tók ekki við henni. He was very angry, Hann var mjög reiður and his face fell. og hann bara var ásjón hans fjall. He lost control. Hann misti alveg stjórn á sér. He lost focus.
Hann misti alveg að He sjá lost hlutina rétt. integrity. Hann misti það að vera trúfastur. Instead of rejoicing in the sacrifices of his younger brother, Í stað þess að gleðjast yfir þeirri fórn sem yngri bróðurinn he hafði gets angry þá var hann bara hatramur and went ahead og fór áfram to strike his brother. að til þess að slá bróður sinn He killed the brother. og drap hann. And when God was talking to him, Og þegar Guð tala við hann, listen to the cheek he gave to God. þá hlustið á það sem hann segir við Guð Where is your brother? og því Guð segir, hvar bróður þinn? Am I the keeper of my brother? Á ég að skæta bróður mín? He said this with anger. Hann segir þetta með reiði í röddinni. Let me ask a question here. Og ég ætla að spyrja þig hérna spurninga. What was the offense of Abel? Hver var fórn Abels? What did he do to deserve this killing? Hvað var það sem hann þurfti að gera? But the elder brothers have history. Hann dó. En eldri bróðurinn á sér sögu. Always angry. Alltaf reiður. Who do they represent? Hverja tákna þeir? The elder brothers, who do they represent? Þessi eldri bræður, hvað móta þeir? Well, the answer is in Revelation chapter 12, verse 12. Og sagan í Åpenbarnabókinni 12. kafla. And I quote from the B section. Og ég lesi hérna frá seinni hlutanum. He is filled with fury, anger, Hann fullur af reiði because he knows af því að hann veit that his time is short. að tími hans naumur. Who is this verse talking about? Hver þessi, hvernig verið að tala Who? hér? Hver Satan. Það bara hinn illi sjálfur. So, who was the elder brother representing? Og hvernig táknaði þessi eldri bróður? So you see, one father, two sons, Og þið sjáu það einn faðir og tveir synir. one representing Satan, Og annar táknmynd hins illa sjálf. because he frowns when a sinner comes back home. Því að hann gramur þegar hann sér syndaran koma heim aftur. Do they have hope? The elder brothers, do they have hope? Hafa þeir von, eldri bræðurnir? Yes, there is still hope. Það auðvitað áfram von. There is still hope for them. Það ennþá von fyrir þá. Because in Luke chapter 15, verse 28, Því að í Lúkasar Guðspjalli 15:28 the older brother came angry þá kemur eldri bróðurinn reiður and refused to go into the party. og hafnar því að koma inn og boðið inn í veisluna. So his father came out Svo að faðirinn kemur út til hans and pleaded with him, og sárbiður hann. my son, Og svo sonur minn, all that I have is yours. allt sem mitt, það þitt. But this your brother, En þessi bróðir þinn, he died hann dó and he is alive again. og hann lifnaði að nýju. He was lost Hann var týndur and now he is found. en nú hann fundinn. So let us rejoice in my Svo við business, skulum gleðjast my í saving starfi mínu, business, í þessum starfi mínu að bjarga my soul winning business. og þessi starfi mínu til þess að vinna sálir. Join me. Og taktu þátt í starfinu mínu. Let's carry out this business Við skulum halda áfram þessu verkefni. because everything I have is yours. Af því að allt sem mitt þitt. So now the plane is about landing. Svo að nú flugvélin í það veginn að lenda. So fasten your seat belts. Svo að setjist þið og setjið þið á okkur. We are landing very soon. Við erum að lenda bara innan mjög skams. So in Luke chapter 19, verse 10, Svo í Lúkasarkafli í Guðspjalli 19:10 for the Son of Man came to seek and to save the lost. að mannssonurinn kom til þess að leita og bjarga hennu týnda. That is the business of the Father. Það verkefni föðurins. So if you are called from darkness, Svo ef þú kemur frá myrkrinu, you should join in this business. þá ætti þú að koma og taka þátt í þessu verkefni. That should be our core duty. Það ætti að vera okkur megin verkefni. But then also in course of joining the business, En svo líka í því að taka þátt í þessu verkefni, also remember that munum líka eftir því the thief cometh not að þjófurinn kemur ekki
only to steal and kill and destroy. Hann kemur bara til þess að drepa og Look at the verbs stela. used there. Og lesum hérna versi hér. To steal, Að til þess að stela, to kill, að drepa and to destroy. og til þess að eyða. Who portrayed these works? Og hver er það sem The works. Works. hver er það sem tekur þetta starf? I have come Ég hef komið, segir hann, that they may have life að þeir megi hafa líf and have it to the full. og hafa það í fullri gnægð. John chapter 10, verse 10. Og það er in which chapter? John chapter 10, verse Það er 10. Jóhannes 10. Good. Now to the younger brother Og nú yngri bróðurinn who have been received again back into the family. sem hefur nú verið tekið við honum aftur inn í fjölskylduna. What shall we say then? Hvað erum við að segja þá? Shall we go on sinning so that grace may increase? Eigum við að halda áfram að synda þannig að náðin megi aukast? By no means. Nei, alls ekki. We are those who have died to sin. Við erum þeir sem hefur dáið syndinni. How can we live in it any longer? Hvernig getum við haldið áfram að lifa í þessari synd? So if you have been called out of darkness back into God's family, Svo hefur við verið kölluð aftur inn í fjölskyldu you Guðs, don't have to go back again. þá þarftu ekki að fara út aftur. Join the business. Taktu þátt í starfinu. You have been there, Þú hefur verið dáinn, so you understand very well svo að þú skilur mjög vel how the street works. hvernig strætin starfa. You are feed on pig's feed, swine feed, Þú hefur verið fóðraður á svínafóðri, so you understand better. svo að þú hefur skilið betur. So use your experiences Svo notaðu nú reynslu þína to join the Father's til business. þess að taka þátt í starfsemi This föður. is the whole duty of man. Það allt verkefni og all skylda sem maðurinn hefur. Let's go on. Now to all of us Nú fyrir öll okkur seated here sem hér sitjum í dag under the sound of my voice. og vegna hljóðs bara radda minna, Therefore, þess vegna go farið and make disciples og gerið alla þjóðir að of all lærisveinum nations. frá öllum þjóðum. The key word is all nations. Og lykilorðið er þetta í öllum þjóðum. Whether the night workers, Hver svo sem whether það the prisoners, þeir sem eru í fangelsi whether the ghetto boys, eða þeir sem eru utan whether garðs, drug addicts, eða þeir sem eru whether our colleagues at church, at work, eða bara þeir sem við vinnum með í kirkjunni, whether our fellow church members. eða bara þeir sem eru nú með í No kirkjunni. exceptions. Það engin undanskilin. Go ye therefore Við förum þess vegna and make disciples of all nations, og finnum og bjóðum og gerum lærisveina öllum þjóðum. baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Skýrum þeir í nafni föðurins, sonarins og heilags anda. This is the Father's business. Þetta verkefni föðurins. Let us be happy we are part of the Father's business. Og við gerum ánægð og þakklátt fyrir að vera þáttakendur í verkefni föðurins. All other things do not matter to God again. Ekkert annað eins mikilvægt og þetta. People are dying Fólk að deyja not knowing Christ. sem þekkir ekki Jesú Krist. Tsunami are taking souls. Og það allskyns flóðbylgjur að taka sálir. Earthquakes are taking young lives. Og það jarðskjálftar sem enda líf fólks. They need to hear about him Við þurfum að heyra hann who has called us. sem hefur kallað okkur. This is my duty. Þetta verkefni mitt, This is your duty. þetta verkefni þitt. Don't be a pastor by title, Ekki bara vera prestur bara í orði but kveðinu, be a pastor by function. heldur í virkni. This is the whole duty of man. Þetta bara verkefni mannsins. One day, Dag einn, God will tell you, þá mun Guð segja við þig, good and faithful servant. góður og trúr þjónn, Come with me. Come. komdu með mér, Come. Let's go home. komdu, við skulum fara heim. He will reward you. Og hann mun gefa þér laun, He will reward me. hann vil gefa mér laun. Because we know Af vegna þess að við gerum okkur grein That fyrir
our labor in Christ shall not be in vain. að verkefni okkar og starf í Kristi ekki til einskis. The Lord bless you. Guð blessi ykkur The Lord bless me. og Guð blessi mig The Lord bless us og Guð blessi okkur öll and watch over us. og sé vakandi yfir okkur In Jesus' name. í Jesu nafni. Amen. Amen. Thank you, Pastor Bernard, for that wonderful sermon. Þakka þér fyrir góða predikun. It was very timely and very thematic with our Sabbath school lesson as well. Það er mikið tengsl við kvildaskólaleksyun okkar líka. I hope we can all take this and use it in our daily lives, that we may become pastors to someone within our vicinity. Að við mætti það vera okkar reynsla að vera prestar til í tengslum við einhverja í okkar nágranna. Okay, so, now we can sing our closing hymn. Og svo loka sálmurinn okkar. What a friend we have in Jesus, number 376. Ó þá náð að eiga Jesú í nummer 376. Okay. Now we'll have our benediction by Pastor Bernard. So my benediction is taken from Isaiah chapter 55, verse 12. And I read, "For you shall go out in joy and be led forth in peace. The mountains and the hills before you shall break forth into singing, and all the trees of the field shall clap hands." Shall we pray? The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenances upon you. The Lord be gracious unto you and give you peace, now and forevermore. Amen. That brings our service to a close. Guðsþjónustan okkar í dag. And we'd like to thank you all for coming to worship with us today. Takk fyrir að koma og vera með okkur hérna í dag. Thank you for all
all those who participated in the program, og allir takk fyrir alla þá sem hafa both, tekið þátt í dagskráni í dag, both in front here and behind the scenes. bæði hér fyrir framann og svo líka annar staðar í And finally, salnum. we'd like to wish you a peaceful and blessed Sabbath. Og Guð blessi ykkur og eigi þið góðan hvíldadag sem eftir er. Now, we usually have some refreshments here for a bit of fellowship in the fellowship room. Nú ætlum við að koma hér inn og fá okkur smá hressingu í safnaðarheimilina. So if you have the time, we'd like you to join us. Svo að þið hafið tíma, þá gjörðu svo vel og komið og tekið þátt. Thank you. Takk einlega. Sorry. And before we go, let me just pray for the food as well. Við ætlum að hafa borðbæn. Let us pray. Oh, loving Father in heaven, thank you for the provisions you give us. We ask that you bless the food that is before us and you bless the hands that prepared it. May you think of others who are not as fortunate and help provide for them as well. In Jesus' name we pray. Amen.